Jæja, þá komum við á svona þriðja stutt fyrirlestri úr bókinni Gjaðarfjalir. Og það er svona lýsing á þessum flokkum. Hvernig þetta er flokkað. Hvernig efnið er flokkað í sem við sem til flokka. Og þá er þetta tablan sem við tölum um áðarendar. Þetta eru OS-flokkarnir. Svo eru þeir frá 1 til 4, 1 til 4. Þetta eru þessi aðalflokkar fyrir útlitsflokkun á timbri. Síðan í 5. flokkurinn sem er svona frekar lélegri efni. Semst besta efni er OS1 og versta efni er semst flokkur 7 sem er bara drasl. Með þess að flokkur 6 er kallað svona úrkast sem að kasta frá. Það er kannski ekki alveg rétt samt. Að nýta allt sem kemur úr sauginni. Þetta er semst gæðaflokkarnir. Og hér er tablan þá aftur. Fór reyndar í hana aðeins áðan í inngangnum. Þið séu að langbestu flokkarnir fara í lista. Og svo er þetta burðarverkið. Þá er þetta til önnur flokkum fyrir burðarverki, en þá eru þessi flokkar hérna. Þetta burðarverki flokki 1 og 2 og 3 og 4 og 5. Þetta gildir fyrir þess að 3 tegundir, greinir fyrir og lerki. Svo undirklæðning, það er þetta efni sem er lélegra. Mótatimbur, það er nota bara frekar lélegt efni. Og ef maður ætlar að hafa klæðningar á vindskeið og annað, þá er kannski ágætt að hafa 5 eða betra, sem þetta er lægri flokk. En þetta fórum við aðeins í áðan í fyrsta fyrirlesturnum um bókina. En þetta er svona ákveðin flokkunar hefð. Viðskiptaflokkunar timbri er byggð á því að timbri sem er flokkað er sagað úr bólum samkvæmt sögunaðarferðum eins og lýst er fyrir glærum. Hérna sjáum við til dæmis hérna hægra megin. Það er þessi klassíska norræna aðferð og svo aðferð er mest notuð hér á heima á Íslandi og á Norðurlöndum. Það er til margar flokkunartöflur. Flokkunartöfla 1 fjallar um heiti og einkenni kvista. Hér er lýst á ólíkum gerðum af kvistum. Gerð kvista ræðst af því hvernig kvistir breytast þegar tréð er að vaxa. Og það er til lifandi kvistir, dauði kvistir, fastur kvistur og þurr kvistur, barkarkvistur, fúinn kvistur og laus kvistur. Kvistarnir vaxa út frá mergnum með auknu þvermáli. Hvernig efni er sagað ræður því hversu ólík kvistlögunin verður. Þessi ólíku kvistform krefast þess að kröfur og mælingar séu mismunandi. Kvistirnir hafa semst mjög mikið að segja í hvernig flokk timbri fer. Við höfum hérna bara myndir á þessum kvistum. Við tökum fyrst bara lifandi kvistur eða oft talað um fastan kvist. Hann er fast vaxinn viðnum, minnst 75% af ummáli og laus við fúa. Það er ferskur kvistur eða fastur kvistur. Sjáum við hann er fastu við viðinn og engin fúi og engin svona afgangur af berkinum eins og hann hafa vaxið yfir dauða grein. Þetta er semst svona kvistur myndast þegar lifandi grein er á bólnum. Greinin er með barr og bólurinn vex og greinin vex, þá er það semst þá myndast áhringurinn semst yfir allt efnið. Eins og bara nýtt lag bæði ból og grein. Og hérna fyrir neðan þá dæmi dauðan kvist. Þá var hann kannski með meira en 75% laus frá restina af viðnum. Þá sjáum við þetta dökka, þetta er hérna örkurinn. Hann er samt laus við fúa, líkist aldrei lifandi kvisti. En hann er svona aðeins laus við, hann er semst vaxið, bólurinn er vaxið yfir svona hálfdauða grein, getur sagt.
Svo barkarkvistur, þá börkurinn á greininni. Og svo til ýmis hérna. Og já, hérna lefnilega aðeins á hann í fúin. Og fúin kvistur, þá tréð vaxið yfir grein sem var dauð og byrjaði að fúna. Og hérna algjörlega laus kvistur. Hann bara ekki fastur í viðnum. Þetta skýrir sig sjálft, barkarkvistur, kvistur þar sem minna en 25% á ummáli kvistins ummáli berki. Sem þýðir það að greinin hefur verið dauð og tréð vaxið yfir greinina og það var svona laus kvistur. Hérna bara svo sjást kvistirnir mismunandi eftir hvernig fjölin hefur verið söguð. Hérna hefur verið sagað svona aðeins þvert á, hérna sjá þér börkin, hérna sjá þér kannski ekki börk. Þannig kannski greinin hefur verið svona hálflifandi. Hérna komið fúi, hérna bara laus. Þetta ekki gott efni þegar svona kvistir í fjölinni. Og svo kvistlögunin, það sem þegar maður að flokka timbur, þá þarf að mæla kvistina. Kvistir mældir eftir formi og staðsetningu í efninu. Og það notið ýmis tákn þetta, það er minnsta þvermál, mesta þvermál, og hérna AB, hérna A og B, minnsta þvermál, mesta þvermál, mál hornrétt og efnistefni í millimetrum, hérna er efnistefnan í þessi hér, og mál í lengdastefnu, hérna þetta sem sagt, hornrétt og efnistefnu og lengdastefnu. Það getur mælt sem sagt kvistina og fengið þá ákveðið svona hlutfall kvista til dæmis á 1 meter í fjöl. Og svo ýmis önnur einkenni sem hefur áhrif á timburgæði. Það getur verið til dæmis barkvasi, yfirvöxtur, trjákvoðuvasi, trjákvoðuviður, þrýstiviður eða viðbragðsviður, sveipvöxtur, trefjaskekkja, toppbrot og mergur. Þetta getur maður allt séð í fjölinni þegar maður búinn að flettinni og skoðar hana. Það ágætt líka fyrir bæði leikmenn og aðra sem vinna með timbur, smiði. Þegar þeir eru að velja timbrið í bíkó eða húsmiðinni, kaupa fjalir, að þeir skoði þetta. Skoði vel fjölina þó að standið á hún sé flokkuð til styrtaflokkuð í C24. Það geta lengst lélegt efni inn á milli sem samt hefur verið flokkað sem gott efni. Trjákvoðan sem maður séð stundum í fjölum og í klæðningum og veggjum annað. Hlutverk trjákvoðu er að verja tréð fyrir skaða af völdum til dæmis örvera eða annarra skemmda sem geta valdið útþornun. En trjákvoðan hún er á undir ákveðnum þrýstingi í viðaræðum trésins og lekur oft út þegar tréð verður fyrir skemmdum og líka þegar búið að saga það. Sést það oft þegar búið að saga efnið. Hérna sjáum við svona ýmsa galla, getur maður sagt, þegar búið að þetta er allt hefluð borð og sér maður þetta miklu betur. En hérna til þess barkvasi, börkur sem er alveg eða hluta til innvaxin í viðinn. Hérna er eitthvað sem heitir yfirvöxtur. Það er svona skemmd í trénu meðan tréð er að vaxa og það lokast inn í stofnunum. Svo kemur ekki ljós fyrir maður að saga bólinn og kemur þessi skemmd í ljós. Það frekar algengt í íslensku efni. Það er kannski orðið fyrir einhverjum hnjaski, sérstaklega tréð sem hafa vaxið upp á opnu landi. Greina brotnað, annað tré hefur kannski fallið á tréð og skemmt börkin. Og svo bara heldur tréð áfram að vaxa og þá geymir tréð þessa skemmd inn í viðnum sem kemur þá ljós sem að fyrir að fletta timbrinu.
Hérna þessi trjákvoðuvasi. Það svona linsulöguð hóla í viðnum full af trjákvoðum. Trjákvoðin getur einnig verið horfin. Þá getur bara, op. Og þessi lögun þessar hólu ræðst af hvernig timbrið sagað. Svo til eitthvað sem trjákvoðuviður. Stundum er alveg mettuð af trjákvoðu. Oft dekkri viðurinn. Og myndast þá kannski oftast þegar eitthvað komið fyrir tréð. Þannig að kvoðan fer að ferðast viðinn, sem hann á ekki að gera. Hérna til dæmis viðbragðsvið eða þrýstivið, þá er þetta kannski hallað. Eða orðið fyrir einhvern hnjaskli, tréð orðið fyrir einhvern hnjaski þegar það var í uppvexti. Og já, það getur bara smá skýring á því hérna fyrir neðan í textanum. Viður með sérstök óeðlileg lífræn einkenni sem helst koma fram í kræklátum eða brottum trjám og greinum. Helsta einkennið er að rakabreytingu er stað við miklar hreyfingar í viðarstefnuna. Það myndast þessi þrýstivið eða compression wood sem sjá hérna í þessari sneið. Svo er sveipvöxtur. Það er þegar trefjaðar vexa á óreglan hátt í viðnum. Sjá hvernig viðræðarnar eru. Og svo getur verið svona trefjaskekka. Það er svona stefnan á viðartrefjunum sem fylgir ekki lengdastefnu viðarins. Sjá hérna þetta svona, sýnir smá svona trefjaskekju. Ég sýnt okkur þetta eins seinna. Þetta er algengt þessi rekavið. Tré sem að vaxa mjög hægt og mjög norðarlega er oft með svona trefjaskekju. Þá toppbrot sem er orðið einhvern veginn á vaxtartíma trésins. Síðan hafa vaxið bara tré vaxið áfram, komið nýr toppur og þetta kemur þá út sem galli í tímbrinu. Og svo er hérna mergurinn. Hann er svona þegar maður sagar eftir svona mergsögun, þessi norræna sögunaðferð, þá er svona mjúkur viður. Þetta er sérst bara mergurinn í viðnum. Hann sést auðvitað í öllum fjölum. Og þegar maður klæði húsið þannig, svo sagði hann, passa að þessi hlið snúi ekki út í veðrið. Og þegar maður leggja pallaefni til þess. Og síðan er ýmis sveppir og skordýr og örverur sem geta nærast á viðnum. Gildur þá sveppi, örver og skordýr. Það er fúi til dæmis. Það er fastur fúi til, það er mjúkur fúi. Það er grágeit og grámi sem verður þá vegna sólarljós líka. Sem getur verið skemmt. Þetta er skordýr. Niðurbrot viðra veldur sveppa eða annar örvera kemur fram í honum sem mýking sem fylgir minnkun og styrk og rúmþyngd viðarins. Og fúin veldur oft breytingu á lit og uppbyggingu viðarins. En það sem heitir grágeit, það er oftast vegna mislut vegna sveppa í viðnum. Frá svona ljósbláum yfir svart. Og venjulega þá bara í risinu, ekki í kjarnanum. Og ekki eins alvarlegs eins og fúi. Og það er til mismunandi fúi. Fúi á byrjunarstigi, það kallast fastur fúi. Það er svona mislita rákir í viðnum og blettir, oft kvisti þá, þar sem vatnið komist að. En styrkur efnisins og burður er að mestu óbreyttur, hefur ekki áhrif á styrk efnisins. Mjúk fúi, það þýðir það að viðurinn orðið mjúkur. Fastur þýðir það að viðurinn ennþá bara eins og harður. Hérna er þá fúa sveppur skotið rótum í viðinn. Þéttleikinn hefur breyst og við þrýstinga með ýtir á hann þá er það bara mjúkt, bara eins og maður sér það í fúnu timbri sem er búið að gluggum öðru í gömlum húsum. Svo til grágeit
sem ekki hægt að fjarlægja með heflun. Oftast er hún bara í risiðinu, sjá hérna. Þetta er kjarni og þetta er risi. En í þessu tilviki þá er grágeitin komin inn í kjarnaviðin. Og oft er þetta hefla burtu til þess að bjarga verður. Það er grágeitin í burtu. Það er oft þegar timburstæður standa lengi úti og sem timbrið er fellt, sett í stæður og svo kannski kemur enginn og náði í stæðuna, þá getur þessi grágeit komið við inn. Bakteríu sem valda þessari grágeit. Svo er það grámi eða mygla og þá kannski þetta fjarlægja það bara með því heflaburtu fyrsta lagið sem er skemmt. Síðan er til skordýraskemmdir, þetta er mjög óalgengt á Íslandi. En það er oft sum skordýr sem borast inn í viðinn og geta valdið þá svona göt á viðnum. Þetta eru skordýralifurur eða skordýr. Barkabjallan getur gert þetta líka. Koma svona æðarskemmdir í viðinn. Hérna komum við í flokkunartöflu 3. Þetta er svona einkenni sem þá verða vegna framleiðslunnar, vegna sögurnar á viðnum. Til dæmis efni með vankant, eins og hér. Hérna er ágætis fjöl, en það sést aðeins í börkin. Það er vankanturinn með í fjölinni. Hluti af útlið stofnsins með eða án barkar getur verið bæði á kanti og breiðhlið á sögurefni. Þetta er oftast efni sem kostar aðeins minna eða vankanturinn á timbrinu. Og það getur komið sprungur. Trefjaviðar eins og aðskildir eftir áhringnum. Þurrksprungur, endasprungur, þá oft í endunum á timbrinu. Og hringsprungur. Það er svona eftir hvernig timbrið er þurrkað. Hvort það er kannski þotna á hratt. Og svo er þetta tala um forbreytingu viðnum. Það er hvernig viðurinn fettist og brettist þegar það þotnar. Svo er þetta þurrksprungur. Það getur verið stuttar, rétt gengi aðeins inn í viðinn. Og sést eingöngu þá einni hlið, maður sér bara sprunguna hérna, maður sér hann ekki bakvið og ekki hérna uppi. Og þurrksprungur sem eru gegnumgangandi eins og þessi hér. Þetta getur líka kallast endasprunga sem er gegnumgangandi. Gengur gegnum fjölina. Ekki gott að hafa þetta í timbrinu. Svo þetta er hringsprungur. Sprungur þar sem trefjaviðarins eru aðskildir eftir áhringnum. Það kannski er ekki alveg inn í allan viðinn. Við veitum bara hvernig þetta er mælt þá sko. Þetta líka kemur fyrir. Kannski vegna þess að það hafi verið svona skemmd í áhringnum. Það er svona sprakk svona með kannski verið sem kallast frostskemmd. Þegar þeir byrja að vaxa á vorin hefur komið þá frost og skemmt á áhringinn. Þá getur myndað svona hringsprungur í viðnum. Man sér þetta aldrei fyrir búið að saga. Og þessi formbreyting. Það getur verið svona flatbeygja hérna ætti borðinu að sitja, en það er fett sig upp. Breiðhliðinni bogin í lengdastefnu og það er þetta að mæla þetta með því að leggja kannski 2 metra réttskið á og mæla hversu undin spýtan er. Þetta sé maður ofta þetta í timburverslunum, þetta velur ekki þar svona timbur, maður tekur það frá. Og svo líka kantbeygja og flatbeygja, sem styrnir kantbeygjan og þetta fettir sig upp á kantinn. Svo getur það verið alveg snúnar líka. Báðavegu, bæði með kantbeygju og flatbeygju. Það var svona þetta, svo hérna vinding, hvernig það vindir sig. Vindingur, timbur undið lengdarás, þverbeygja, það er kúpt, breiðhlið bogin þvert á lengdastefnu. Sjá hvernig þetta er svona kúpt efni. Það eru ýmsir gallar sem koma fram
þegar búið að saga timbrið og þurrkaða jafnvel. Þá er þetta á síðasti fyrirlesturinn í þessari röð bókina. Í verklega tímanum kannski förum við aðeins nánar í þessa bók.